gaman að fá þig heimsól. Takk, gaman að koma. Hvernig er... Það að mikrofónuna þess nærðir. Hvernig nú er liðin hvað? Liðin 10 dagar eitthvað svoleiðis síðan að bókin kom út. Já. Hvernig er svona, þú veist, því nú þekki ég að gefa út bækur og líka þegar maður er að gefa eitthvað af sér persónulega. Hvernig er að vera búin að, þú veist, setja barnið þarna út og fá einhver viðbrögð og... Já, það er góð spurning, sko. Þetta er nefnilega, þetta er mjög áhvert. Af því ég hef í gegnum tíðina reynt svona forðast frekar athygli og ég hef ekki verið að fara í viðtölu að tala um mig persónulega eitthvað, sko, fyrir bara í síðasta vetur þá byrjaði ég og sem var svona undirbúningur fyrir bókina, sko. En þannig að þú þarft að vekja til þess að koma svona framfæri, þá þarft að vekja athygli og einmitt tala um sjálfa þig og það vill svo til að í þessari bók þá væri svolítið persónulegur, ég bara segi svona leið með þarna og ég var þunglindur og var með áfengisvandamál og framvegis og ástarsorg og hvað sem sko. Og þannig að það er erfitt að koma því út, sko, að stíga inn í það, en á móti þá er ég að fá rosalega jákvæð viðbrögð. Bókin er efst núna í sölu í Eymundsson, fyrsta seti, og ég mikið af fólki að hafa samband við mig og segir þetta bara, það er óþægilegt hvað ég tengi við sumt að þessu og einhvern veginn er það þannig að þannig virka til dæmis þessi 12 spora samtök og fundir að það að deila, það er heilandi fyrir báða. Algjörlega. Og þannig að sömuleyti er það að gefa út svona persónulega bók. Það er heilandi fyrir mig líka. Já, mér finnst líka, sko, að því að það er þú veist, fólk er ennþá með þessar stereotypur og, þú veist, í mínu tilviki, þú veist, kannski eitthvað svona fjölmiðla kall og þá segir svona, þú veist, maður er örugglega að gera eitthvað gagn, að því ég geri mig sjálfan sekan þetta, ég horfa á einhvern sem er eitthvað í sviðsljósinu og athygli að það er allt frábært hjá honum. Og við búum til einhverjar og þá held ég að sé ennþá meira jafnvel fólk sem eins og þú sem hefur þéna vel og eignast peninga, þá er eitthvað svona, það getur ekki verið neitt að hjá honum. Og þá held ég að þú sért jafnvel að, sko, gera ennþá meira gagn með því að brjóta niður þessar stereotypu múra. Já, og það er, sko, það mest fólk sem er bara í svipari stöðu sem er að koma og segja ég er búin að vera hérna taka þungliðsliði 15 ár, ég þori ekki að segja nokkur lifandi manni að því að, þú veist, og þetta er, sko, einmitt fólk sem er eitthvað að framalega viðskiptum eða stjórnmálum eða eitthvað svona, það sem að þér finnst að þú eigir bara að vera sterkari og betri en aðrir, sko. Einmitt. Það er fyrirmynd að aðrir líta upp til, sko. Þannig að já, ég er aðeins að fara gegn því, sko. Og ég á alveg vini sem að einhverja sem segðu bara business söguna. Hún er góð, sko, alveg geggjuð og bara keyrðu á hana, en þú veist, getur ekki sleppt þessum konum og þessu, sko. Og og ég, sko, hugsa einmitt ekki, sko, því að ég vil neyða þá sem alltaf lesa business söguna til þess að taka hitt með, sko. Taka meðalið með súrmjólkinni, sko. Það er vel orðað, taka meðalið með súrmjólkinni. Já, þetta er gert að krakka svo lauma út í. En já, því að ég held að þegar þú færð þessi viðbröð, þá finnst mér það oft vera, þetta er eins og það eru, ég ætla nú ekki að fara að nafngreina það eru nokkrir vel þjóðþekktir svona eldri menn sem ég langaði mikið að fá inn í podcastið þegar ég var að byrja. Ég er alveg til í þetta, en ég nenni ekki að opna mig svona, þetta er aðeins svo mikið eins og sálfræði tími hjá þér. Og þá hugsaði ég, sko, af hverju stuðar það þá og af hverju myndu þeir vilja þetta vera öðruvísi, það er að því þeir eiga kannski bara eftir að skoða þessar liðar hjá sjálfum sér. Þegar þú ert að segja, einhverju segi við þig, jafnvel einhverjir sem þú þekkir og viðskiptum, þetta er ómikið, ekki, þá held ég að sé ofta því það er eitthvað partur af þér sem þeir bara langar ekki að skoða. Já, og svo er það skömmin. Skömmin er alveg lykilorð fyrir okkur sjálf og hún er lykilorð í umræðunni og alls það, sko. Við segjum að einhver umræðan yfirleitt þannig til dæmis að menn er ekki, sko, ósamála einhverjum heldur, sko, á hinn að skamma sín fyrir að
hafa þessa skoðun. Mhm. Og kemur frá báðum hliðum. Og svona polarisera það, sko. En sko, það var bara, sko, fyrir bara 100 ára aftur í tíman. Samfélagið þá, sko. Þegar af og amma voru að fæðast, sko, í torfbæ. Það var þannig. Og ekkert almannatryggingakerfi og veikt velferðarkerfi og þá gilti bara að vera nú djöfull harður og duglegur. Bara áfram vinna og svona einhverjar tilfinningar, það sagði enginn, ég þunglyndur, mér líður illa, ég leiður eitthvað, það var bara auðmíkjaskapur. Og þetta tekur, sko, nokkra kynslóðir að fara úr samfélaginu eða úr fólkinu. Og það ég var bara alveg fyrir það veri ekkert með eitthvað helvít svæl. Það var sagt, ef það ekkert blóð, þá ekkert að þér, sko. Og þannig að það svona tengt skömm við að líða illa. Fólk bara feikar það. En þetta er mjög góða punktur sem þú ert að koma með, að jafnvel ef maður langar að sýna því samkennd að eldri kynslóðin sé svolítið í þessari hörku, þá það eins og þú segir, það varð alveg svits hjá mér gagnvart pappa mínum, sem svona líklega flóknasta sambandið í mínu lífi, þegar ég sko hugsaði, þegar hann að alast upp, þá, hann alast upp í sára fátækt, hann þarf að byrja að vinna 6 ára gamall og af rosa hörk, hann settur á vöggustofu. Þannig þegar hann elur mig og systur mínu upp, þá þú veist, við kannski horfum á að það vanti ákveðin hluta þarna í tilfinningahliðinni, en hann búinn að kofvera hliðina sem hann fekk ekki, sem að bara hann frábær provider, og þegar ég svona, ég þarf að sjá hann fyrir allt það góða sem hann gerði fyrir okkur sem hann fekk ekki. Þú veist, því hans huga það náttúrulega bara risastórt, því við þekkjum ekkert hvernig það að alast upp í fátækt, sko. Og síðan kannski næsta kynslóð getur þó farið að kofvera hinhlutan, og þetta, eins og segir, þetta bara, við erum að koma úr svo harðgerðum aðstæðum að við megum ekki gleyma því. Já, þetta alltaf góðum hug, sko, að þú vill bara herða börnin, sko, það var að hafa sagt, þú veist, það þarf að herða þig, sko, til að undirbúa þig undir lífið. Lífið bara erfitt og hart, sko. Við erum bara, kannski svo lánsum, kannski þetta lúxusvandamál að við sem, við þurfum ekki að vera svöng lengur, og það svona hjá flestum öryggi varandi húsnæði og framfærslu og heilsugæsla, og þetta gott líf, bara ef við skoðar okkar samfélag og berða saman við Ísland áður fyrir, eða bara eitthvað annað samfélag nánast, sko, bara seinni hluti 20. aldarinnar í Evrópu bara bestu samfélag, öryggustu samfélag. Það engir stífvél að fara að sparka upp hurðinni hjá þér, sko, á vegum ríkisins, eins og bara í sögunni víða, og og þá segjum við, sko, ok, nú erum við komið með þetta, hvað næst, sko? Þannig að sömuleyti þetta lúxusvandamál, en þetta samt það sem að mikilvægast fyrir okkur, auðvitað, það sem snýr okkur, það hvernig getum við bara átt sem best líf, sem manneskja og sem foreldri, systkini og vinur og... Hvað finnst þér að við vera stödd núna, þú veist, það náttúrulega þessi klassíska, sem við talaðum, sko, að sterkt fólk býr til góða tíma, góðir tímar búa til veikt fólk, og veikt fólk býr til erfiða tíma. Að, þú veist, að það er þessi pendull sem þá búin að snúast, sko, því þessi opbóðslega harka, að nú pendullin svolítið búin að snúast, og þá spyr maður þessi, kannski, þú veist, ég hugsa til dæmis eins og uppeldi mitt, að þá líður mér næstum því eins og stundum hefðu foreldrar mínu alveg mátt vera aðeins harðari við mig. Þú veist, ég er búin að þurfa að mæta því eftir ég var fullorðin að svona vera kannski stundum aðeins of góðu við sjálfa mig, sko. Og og þú veist, og það ekkert endilega það allra besta að þú sért bómull af afinn, sko. Nei. Þannig að það er kunst að finna hann milliveg. Sko, ég held að ég hafði alveg ágjur að þessu eins og með börnum mín. Ég vildi ekki að þau þyrftu að vera að læra ryksuga 6 ára eða eitthvað, þú veist, vinna taka lífið svona alvarlega svona snemma. Svo bara þegar kemur að alvörunni þá eins og dóttir mín, sko, þegar hún var úlíkum, ég fannst hún bara líka sófanum í símanum eitthvað, sko, og núna er hún læknir og bara
rosalega dugleg og að falla teimili og 2 börn og ekki daginni, sko. En maður, ég held að við værum bara alveg heila kynslóð á auðmyggjum, sko, að því við vildum ekki láta þau fá sama og við fengum þessa endalessu hörku og vinnu og opbóðslega ábyrgð. Og það var til dæmis, sko, og kannski ennþá, orðið sjálfselska. Það var bara eitt versta skammarýri sem maður heyrði. Þetta bara sjálfselska í þessum manni. En svo það kannski akkurat, sko, það sem vantar. Nákvæmlega, mér gott, sko, ég var að hlusta á, hann Hjörvar í Dr. Fútboludaginn, eða fyrir svolítið síðan, og þá var hann að tala um þessi svo innilega sammálum, hann að tala um þessi unga kynslóð sem bara, ég frábær og ég bara ætla að fara alla leið, þú veist, og hann sagði, ef ég hefði verið með þetta huga að fara tvítuð, þá hefði ég aldrei farið eitthvað upp á stöð 2, ég hefði bara byrjað með Dr. Fútbol, bara ég nógu góður til þess að bara búa til minn eigin miðal og maður hugsa eins og herra hnetusmjör og svona eins og ungu tónlistamenn sem bara segja bara ég ætla að vera stjarna og mér finnst það fallegt, sko, að þú veist, það er svolítið ríkt í ekki vera góðu með þig og ekki vera sjálfselskur eins og þú segir og helst svona, ef að stjarnaðin fer að skýra vertu þá helst komin aðeins með svipun og bakið og segðu þér og sért megin og ekki vera góðu með þig, sko. En þú veist, þetta alltaf, allir eiginleikar geta verið sem við höfum, sem að verum með stóran, einu sterk í, getur verið styrkur, getur verið galli. Sko, það er líka margir sem að segja að ég er bara frábær og eitthvað, og bara það ekkert. Og þú veist, ok, það er ekki nóg að segja það. Hvað ertu búin að gera? Já, algjörlega. Og okkur það er mikið af ungu fólki sem segir, ég ætla bara að vera rosalega ríkur og vera sem merkjavörum og hratt og frægur og eitthvað. Og ok, hvernig ætlar að vinna fyrir því? Veist, það er bara, því lífið er bara erfitt. Það er erfitt að skara einhvern veginn fram úr. Og það eru, sko, yfirleitt allavega þeir sem eru mínum aldri sem að okkar, og ekkert mikið í grunni eitthvað, að það eru þeir sem að hafa eitthvað að sanna, sem kannski innst inni finnst þeir ekki vera nógu góðir, sko. Það var oft þeir sem að ná langt, sko. Já, einmitt. Það En það er svo gott, sko, ef þú á einhverjum punkti byrjar að ná að snúa þessu, ég held að mjög mætti komi frá þeim stað, það fyrst ert að sanna eitthvað og þú ert einmitt að reyna að fá ytri viðurkenningu, en ég talaði eitthvað til hann við, því Tolli Mortens er svona einn af mínum mentorum, sko, og ég man að hann sagði eins og við mig, það var shift hjá mér á ákveðnum tímabúti, þegar fram að því, alltaf þegar einhver sagði eitthvað mjög neikvætt um mig, þá tók ég alveg langt inn í hjartað. En ef einhver sagði eitthvað jákvætt og var að hrósa mér, þá var bara skjöldur, ég hrindi því fram úr leið. En nú er ég búin að ná að snúa svo alveg við. Þannig að ef einhver segir eitthvað fallegt við mig, þá tek ég djúpan andardrátt og hugsa ég ætla að taka þetta alveg inn og ég ætla að trúa því að manneskjan sé að meina það. Ef einhver segir eitthvað mjög neikvætt við mig, þá veit ég að það hefur voða lítið með mig að gera. Og mér þetta gott, sko. Það er gott, sko. Sko, varandi kvatana af því sem við gerum, þá þeir geta verið tvennskonar. Það er, sko, annarkvort ert þú að ýta þér áfram, eða einhver annar. Það er eitthvað sem ýtir, eða það er eitthvað sem tógar. Og það er grundvallar munur þannig að þegar þú, einhver er að ýta, eða þú sjálfur sérstaklega, sko, þá er það ofta á neikvæðri forsendum. Það er einmitt með svipu eins og lýsir. Þegar hún nærða, og sko þetta er eiginleiki sem kemur þér áfram, hjálpar þér að græða fullt af peningum eða ná einhverju stöðu eða viðurkenningu í samfélaginu. En þetta er sami eiginleikin og kemur oft í veg fyrir að þú njótir þess. Því hann segir, ok, áfram þá. Fyrstu hvað þetta, þá getur þú meira, áfram. Þetta er ekki nóg. Og það er það sem kemur þessist áfram. Ef þú nærða að snúa þessu, þannig að þú segir bara, nei, ég þarf ekki að sanna, það þarf ekki að nota einhver þrýsting til þess að ýta mér áfram, en það er eitthvað sem tógar í mig. Þá er það alltaf einhver mjúk orka eða hvað sem við kallum það er allt öðris og ég til dæmis tel mig verið þeirri stöðu sjálfur. Það er nú oft þannig með og oftar svona það sem ég þekki til.
þegar menn græða peninga, þá hækkar bara viðmiðið. Þá fara þeirra, menn er alltaf að bera sig saman á aðra, þú ert að keppa hérna, svo ertu komin hér og þá ertu komin í topp eitthvað, og svo ertu komin hér og þá ertu fann að horfa kannski hann að Forbes-listin og eitthvað, sko. Svo er menn þar, þá er þeirra, þú veist, alltaf í keppninni, sko, að klera hann. Og hérna, ég náði einhvern veginn að segja, nei, ég er hættur, sko. Ég er hættur að reyna að græða mér peninga. Og þú veist, bara stoppa mig af, að því ég var bara rosalega mikið að vinna, alltaf að reyna að búa eitthvað til og búa til einhver verðmæti. Og reyna að finna hvað tógar í mig, sko. Og það sem tógaði mig fyrst var að fara norður á Blönduós, fyrir 2-3 árum og fara að smíða. Vorum að gera þar upp, hús í gamla bænum, ég keypti hótel og einhver fleiri hús í kring til þess að gera það upp. Ég var í því meira og minni 1 ár, sko, bara því að togaði, sko. En svo togaði ekkert lengur, sko. Einmitt. Og það endaði eða þannig að þú veist, að ég ákvað að gerast rithöfundur. Það togaði í mig, sko. Þess vegna er ég að skrifa og þess vegna þarf ég líka að fara út fyrir þægindaram að segja, ok, hérna er ég, og svona er ég, að því að, já, ef þú ert í einhverjum business, þá er bara, þá ertu með eitthvað vörumerki, þá ertu með hérna Hydrate, góð drykkur hérna sem. Já, mjög góð drykkur. Hydrate Coco, að hérna. En veist, 2 punktar sem þú komst með annars sem ég langaði að koma aðeins meir inn á. Annars var þetta með að toga eða íta. Þá veist ég held, Tony Robbins tala mikið um þetta, að þú verður að finna eitthvað sem að pulling orkuna. Og ég er líka á þessum bók sem ég nýbyrjaði að lesa sem heitir Power vs. Force, eftir David R. Hawkins. Og þar er hann einmitt að tala um að þú veist, forsið er þetta íta. Það er dálítið gamla orkan, ég þarf að vera duglegur, ég þarf að vera harður sjálf á mig. Á meðan að powerið er að ég raunverulega nái að bara sitja það vel í sjálfu mér, að ég fer að laða til mín það sem að lífið ætlar mér að vera að gera eða á að vera hjá mér, sko. Og þetta er alveg gjör ólík orka, en þú getur verið í ákveðið langan tíma að fá mjög góða ytri niðurstöðu af því að íta, en á endanum ert að brenna sjálfaði út, held ég, sko. Og ekki koma vel fram við nærumhverfið þitt. Og síðan hitt sem við varst að tala um þetta með að þú náður að hætta, að það er svo auðvelt fyrir fólk sem er ekki ríkt og ekki mikið pening að segja, býtu, hvenær er no? En ef við horfum á okkar eigi líf og eitthvað svona streitu og dópamín vítaring, þá held ég að ef maður er heiðalegur og getur maður sagt, ef ég væri í sömu stöðu, þá er ekkert, ég myndi eitthvað svo öll með að hætta, sko. Allir, þú veist, þetta er eitthvað sem þú er að gera í áratugi og þú fær dópa, það er mjög erfitt fyrir alla allt í hennu bara að stoppa og staldra við, sko. Og það er held ég þetta svona einhvern veginn, að því þú ert ríkur, ég man bara eftir hrunið, sko, þegar ég var alltaf på stöðu 2, að þeir sem voru trilltastir út í útrásavíkingana voru með skuldsettan sumarbústað, skuldsett hús á Spáni og sko, þú ert bara mikromynda útrásavíkingi og þú ert ekkert að líta inn á því. Já, sennilega, sko. En, já, sko, það er með þessar rannsóknir sem sína, sko, bæði varandi eignastöðu og tekjur, að það bætir líðan að hafa tekjur hærri upp að einhverju marki, svo snýst það við. Það fara niður aftur. Þegar þú komið 3 milljónur á mánuði, það er ekki að færa það neitt, sko, nema síðu sér, sko. Þá koma alls konar áhyggjur og önnur verkefni, annað, fólk lítur öðru sig á þig, fleiri, veist, ég til mig sem upplifa að sko, mörgum finnst að ég get alveg gefið þeim peninga, sko. Lánaðum að borga ekki tilbaka, veist, þannig hefur tapað vinum. Og líka jável fólk sem hefur unnið eitthvað fyrir mig sem voru vini mín, en svo er ég rukkaður, sko, að því að ég, sko, að því á svo mikið pening, ég á ekki að skipta máli og ég er bara lýsið þessu, ég er ekki að, og það er málum með, þú veist, það sem ég reyna að gera í þessari bókum og bara í mín lífi yfirleitt, sko, ég er ekki að barma með neitt, það er enginn vorkinn út af neinu, sko. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.